Góðan daginn. Ég býð ykkur velkomin á 67. fund bæjarstjórnar sem haldinn er 17. desember í Grænmörk. Við byrjum á nafnakalli og það er Brynhildur Jónsdóttir og hún er bæjarfulltrúi D-listans og varaforseti bæjarstjórnar og er bæjarfulltrúi D-listans. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varamaður D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista og starfsmaður fundarins er Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarritari og sem ritar einnig fundagerð. Áður en við göngum til dagskrár þá langar mig að athuga með að taka hérna inn á afbrigðum, það er gjaldskrá Selfossvitna. Og ég láta kjósa það eða? Já. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlega skrifa merki. Og áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég einnig að kalla eftir athugasemd við útsent fundaboð. Er ykkur athugasemdir við það? Ef svo er ekki, þá förum við í fyrsta lið. Það er viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Tillaga frá 153. fundi bæjarráðs frá 11. desember síðastliðinn liður 4. Viðauki við fjárhagsáætlun 2025, viðauki 9. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 9 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2025. Verið að færa fjármagn að upphæð 19.924.287 milli deilda innan málaflokks 07, fræðslu og uppeldismál. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðunnar sveitarfélagsins Árborgar A og B-hluta eru 0 krónur og verður rekstrarniðurstaðan samanteks A og B-hluta óbreytt áætluð jákvæð 67.060.000. Og undir þetta eru 3 fylgiskjöl og ég gef orðið laust og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, réttur að fylgja eftir. Þetta að ræða viðauka færslu innan málaflokks 04. Ekki viðauka við í rauninni aukin fjárútlát heldur verið að úthluta úr svokölluðu nemapotti sem nemur í heildina 19.924.287 og deilist niður á leikskólana í takti við hversu margir starfsmenn hafi verið í námi á þessu tímabili. Þannig að niðurstaðan er líkt og kom fram í óbreytt 67 milljónir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-listans, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Ég bara ekki við viðaukana athuga nema mér hefði fundist eðlilegt að kæmi ef það væri breyting á niðurstöðu A-hluta, það myndist eðlilegt að það kæmi fram hvort það sé að breytast yfir í hans í neikvæður þá 529.457 eða hvort hann sé ekki hafa áhrif þeim megin. Takk. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-listans, tekið til máls. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Nei, það hefur ekki áhrif á A-hlutann, þetta er rauninni bara hreyfing innan A-hluta, þannig að það er pluss öðrum megin og mínus hinum megin, kemur út á 0. Takk fyrir. Eru fleiri sem að
vilja taka til máls undir þessum lið? Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-listaði beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Já, við ræddum það nú í bæjarráði þar sem við tókum þetta fyrir að það hefur verið að gera þetta öðru sem hefur verið gert. Það er svo sem búið að vera að veita eða sem sagt það tíðkast náttúrulega í nokkur ár að vinna samkvæmt þessu fyrirkomulagi að leikskólarnir starfsfólk hefur farið í leyfi eða við höfum haft ákveðið fjármagn til þess að fá inn aflýsingar fyrir þá sem hafa farið í nám og hafa verið ákveðnar reglur því tengdar og fara eftir því að við erum í fyrsta skipti að gera þetta svona á þennan hátt. Það er að segja afgreiða sérstakann viðauka út af þessu. Það hefur ekki verið gert áður. Það er í rauninni nýjungin hérna. En þetta er gert ráð fyrir þessu fjármagni og hefur verið í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins í nokkur ár. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig um lið 1 viðauka við fjárhagsáætlun 2025? Ef svo er ekki, þá ber ég það undir atkvæði. Þeir sem eru sammála við okkur vinsamlega skipið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 2. Það er umgjörð og rekstur sorpstöðvar Suðurlands og aðkomu SAS. Tillaga frá 153. fundi bæjarráðs frá 11. desember síðastliðinn, liður 6. Umgjörð og rekstur sorpstöðvar Suðurlands, aðkoma SAS. Tekin er sérstaklega fyrir liður 4 í fundagerð stjórnar samtaka sunnlenskra sveitarfélaga frá 5. desember 2025 vegna breytingar og umgjörð og rekstri SOS sem þarfnast aðkomu SAS. Á aðalfundi SOS 24. október síðastliðinn var samþykkt að hefja undirbúning að breytingu á rekstri og starfsemi SOS þar sem daglegur rekstur og faglegt starf SOS yrði fallið SAS á grundvelli samnings þess efnis. Lagt er til að bæjarráð að samþykkja fyrir sitt leyti aðkomu SAS að verkefninu í samræmi við fyrirliggjandi ályktanir aðalfundar SOS, en SOS stendur fyrir sorpstöðvar Suðurlands og að fyrirliggjandi samningsdrög og að vísa erindi til fullnar afgreiðslu í bæjarstjórn. Bæjarráð samþykki fyrir sitt leyti breytingar á umgjörð og rekstri SOS og aðkomu SAS að verkefninu í samræmi við fyrirliggjandi gögn og bæjarráð vísar erindinu til fullnar afgreiðslu í bæjarstjórn. Og undir þessu eru nokkuð mörg fylgiskjöl og ég gef orðið laust. Og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-listan, hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, hér erum við að ræða mál sem við erum svo sem búin að ræða vel á vettvangi sveitarstjórnarþingsins á Suðurlandi, ræddum á SAS-þinginu að fara í þennan farveg og innan stjórnar SOS. Starfsemi SOS hefur verið svona til að segja hreint og svona frekar lítil undanfarin ár. Hún hefur verið að halda utan um eignarhlut og þær skuldbindingar sem við erum með gagnvart kirkjuverðarhjáleigu sem er í lokunarfasa eftir að hætt var að urða þar. Einnig að halda utan um eignarhlut sorpstöðvarinnar í orkugerðinni í Flóahreppi sem heldur sér áfram, en til einföldunar og bara til að horfa aðeins lengra fram í tíman að þá fari í rauninni þessi verkefni undir SAS og þar alveg komið þá öll sveitarfélög á Suðurlandi að þessu vegna þess að það er bara hluti af þeim undir sorpstöð Suðurlands og hægt verði þá að þarna fá auka stöðugildi inn til SAS til þess að fara yfir málaflokkin. Það er mikla breytingar búin að vera í málaflokknum á undanförnum árum en líka mikil tækifæri og þarna geti komið þá inn starfsmaður sem greinir þau og það er þetta ársverkefni sem við erum að fara í og síðan verði þá staðan endurmetin af ári liðnu hvort að haldið verið áfram með þetta fyrirkomulag eða því breytt eða hreinlega að sorpstöð Suðurlands verði áfram eða fáið þá nýtt hlutverk í rauninni í framhaldinu. Það er eitthvað sem við þurfum bara kemur í ljós. En bara mjög spennandi verkefni að vinna það á næsta ári og ég held þetta sé verandi stjórnarmaður í SOS réttur farvegur að nýta í rauninni það styrkleika sem er innan SAS, starfsfólk sem er þar og þá stjórn til að taka við verkefnum SOS og við getum þá
hagrætt örlítið í leiðinni þá í stjórnarkostnaði og öðru sem fylgir því og svona umstangi í kringu stjórnsýsluna. Þannig að bara fagna því að við séum komin á þennan stað og við getum vonandi bara samþykkt þetta hérna í dag og svo heldur þá ferlið áfram inn á nýja árið þegar við förum að taka fyrir nýjar samþykktir og meira sem kemur í hérna sem er hluti af þessu ferli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig lið 2, umgjörð og rekstur sorpstöðvar Suðurlands og aðkomu SAS? Já, Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Vesturstað, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég ætla bara að í rauninni fagna því að við séum komin á þennan stað. Það er auðvitað, við getum kannski sagt sem svo að það er auðvitað gríðarlega breyttir tímar frá því að sorpstöðin var í rauninni sett á laggirnar og þau markmið sem og tilgangur, já, þau markmið og svo tilgangur sem var með þeirri starfsemi. Það var auðvitað svona í þá daga þar sem að við vorum ekki farin að flokka sorp eins og við gerum í dag og náttúrulega sorp meira og minna urðað og við þurftum auðvitað að vera með okkar urðunarstað hér á svæðinu sem að við rákum saman og nú vonum auðvitað að vera lokað þessum stað og við erum ekki að urða sorp hérna og þar af leiðandi eru bara allar forsendur og mála að þróast bara gríðarlega, þannig að það var alveg kominn tími á að endurskoða tilganginn með sorpstöðinni. Þannig að ég bara fagna þessu skrefi og hérna bara verður spennandi að sjá eftir þetta ár hver niðurstaðan verður. Takk. Já, takk fyrir þetta, Arna Eir. Eru fleiri sem vilja tjá sig lið 2? Ef svo er ekki, þá gangum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessum eru vinsælast beðin að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er liður 3. Það er tillaga að breytingu á reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði. Tillaga frá 22. fundi velferðarnefndar frá 2. desember liður 2. Tillaga að breytingum á reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði. Lagt er fyrir velferðarnefnd tillaga að breytingum á reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði. Er að ræða efnislega breytingar á reglunum en heildar endurskoðun á matsblaði. Velferðarnefnd tekur til umræðu tillögu á breytingu reglna félagslegt leiguhúsnæði í sveitarfélaginu Árborg. Telur nefndin að sé að ræða mikilvæga og þarfa endurskoðun. Velferðarnefnd samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar og þær taki gildi frá 1. janúar 2026. Og þá gef ég orðið laust og Helga Lind Pálsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi D-listans. Frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlusta á. Þetta eru sérst í raun og veru heildarendurskoðun á reglum félagslegt leiguhúsnæði í sveitarfélaginu Árborg. Flott vinna hjá starfsfólki velferðarsviðs að mínu mati og okkar mati í nefndinni. Það er stærstu breytingarnar snúa að uppfærslu á matsblaði sem er viðtalsrammi sem að metur félagslegar aðstæður þeirra sem að fá komast á biðlista fyrir félagsleg leiguhúsnæði. Þannig að listinn með þessu er að verða sanngjarnari, hann verður gegnsæjari og þetta endurspeglar þá betur stöðuna á félagslegu leiguhúsnæði í sveitarfélaginu Árborg. Þetta er bara mjög gott að fá þessi breyting fram núna. Listinn sem var til staðar hefur verið til staðar mjög lengi og það sköpuðust rosalega góðar umræður í nefndinni bara þennan málaflokk félagslegt leiguhúsnæði og ég held að þetta sé bara því góða. Já, takk fyrir þetta Helga. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-listan, óskaði eftir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kem hérna upp undir
reglubreitingu á fjárhagsaðstoð og félagslegt félagslegt leiguhúsnæði. Ég ætla að vera þar fyrst, svo aftur. Já, takk fyrir frú forseti. Já, ég ætla að hrósa vinnu bara starfsfólks. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að vera með góðan ramma og ég tel að þessi vinna sem er eiga sér stað þarna inni núna, að því nú svo gott, ég ætla bara að fara í næsta lið, kem aftur þar bara, en já, ég fagna því að það sé verið að vinna að því að ramma betur inn og gerir henni umhverfið í kringum þetta ferli allt skýrar og bara fagna þessari vinnu starfsfólks félagsþjónustunnar. Já, takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja taka til máls undir lið 3, tillaga breytingu á reglum Árborgar félagslegt leiguhúsnæði? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessum breytingum á reglum vinstri skeiðmerki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er liður 4, það er heildarendurskoðun á reglum Árborgar fjárhagsaðstoð. Tillaga frá 22. fundi velferðarnefndar frá 2. desember liður 3. Heildarendurskoðun á reglum Árborgar fjárhagsaðstoð. Lagt er fyrir heildarendurskoðun á reglum Árborgar fjárhagsaðstoð. Er að ræða efnislega breytingar ásamt hugsanlegum kostnaðarauka í sumum tilvikum. Velferðarnefnd tekur til umræðu heildarendurskoðun regla fjárhagsaðstoð í sveitarfélaginu Árborg, telur nefndin rétt að samþykkja þær efnislega breytingar sem lagðar eru til og að framfærslukvarðar verði teknir út úr reglunum en birtar á heimasíðu sveitarfélagsins. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar og undir þessu eru minnisblað og reglur bæði fyrir og eftir breytingar og ég gef orðið laust. Hverjir eru, já, Helga Lind Pálsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls bæjarfulltrúi út í lista. Já, þetta er eitthvað lengra. Frú forseti, bara rétt að fylgja þessu eftir. Þetta er einnig rosalega flott vinna hjá starfsfólki velferðarsviðs. Þau fóru í mjög mikla vinnu, það var mikil skoðun og endurskoðun á reglum fjárhagsaðstoð. Reglurnar voru bæði uppfærðar og svolítið svona settar kannski í takt við það samfélag sem við búum í dag. Það var langt sem við höfum farið fram svona heildar endurskoðun og það sem eitt af það sem er mjög gott er það að framfærslukvarðar eru teknar út úr reglunum sem þýðir það að við þurfum ekki að breyta reglum í hvert einasta skipti sem að framfærslukvarðar, að upphæðir framfærslu hækka sem gerist hvert ár bara við vísitölu, takk. Og einnig var líka lagður til ákveðin svona aukinn stuðningu við einstaklinga og fjölskyldur þegar þess gerist þörf. Takk. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir lið 4, heildarendurskoðun á reglum? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Getur ekki sleppt því hún hljóp aðeins yfir á það. Gjör svo vel. Já. Takk fyrir, frú forseti. Já, ég var bara svo spennt fyrir svo ég prjónaði mig. En já, mig langaði að hrósa starfsfólki og ég er búin að lesa yfir þetta og þetta margt þarna eins og bæjarfulltrúi Helga Lind kom inn á, þá er margt þarna sem að kannski bara er til þess að einfalda þeim vinnuna fyrst og fremst í orðalagi og öðru og eins og í kvörðunum og því, en leið líka verið að ramma margt annaðinn sem að kemur inn á borð í takt við bara breytt samfélag. Þannig að já, ég ætlaði bara að hrósa starfsfólki aftur og í rauninni fagna þessari vinnu. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli að þetta sé skýrt og þetta sé svolítið svona. Þannig að þau eru ekki alltaf að vera að taka þetta fyrir aftur og alltaf að vera að breyta eða uppfæra, þannig að þetta sé þannig að þetta svona bara hreyfist í takt við það sem er að gerast almennt í samfélaginu. Og það er bara þættir eins og útfararstyrkir og svona varðandi svona sérstök mál sem geta komið
kom ekki oft upp en komið. Þannig að ég fagnaði hvað þetta er ítarlegt líka. Þannig að það var það sem ég ætlaði aðalega að segja. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig taka til máls undir þessu lið? Já, Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, já, mér langar nú bara einmitt að fagna því að þessi vinna hafi farið af stað. Þetta er töluvert margar breytingar og þetta er það eru alveg þó nokkur ár síðan það hefur verið farið í svona heildarendurskoðun. Þetta var í rauninni svona, já, einslags heildarendurskoðun bæði á varðandi félagslegt leiguhúsnæði og á fjárhagsaðstoðarreglunum og margar litlar en mikilvægar lagfæringar og svona breytingar sem eru til bóta. Þannig að þetta er bara flott vinna og faglega unnið hjá okkur flotta fagfólki og bara takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir heildarendurskoðunarreglum Árborgar fjárhagsaðstoð vinstri að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 5. Það er óverulega breyting á aðal- og deiluskipulagi VF9 Norðurhólar 5. Tillaga frá 54. fundi skipulagsnefndar frá 10. desember síðastliðinn liður 3. Óverulega breyting á aðal- og deiluskipulagi VF9 Norðurhólar 5. Lagðar eru fram tillögur óverulega breyting á skilmálum aðalskipulags varðar VF9 og deiluskipulags Suðurbyggðar við Nauthól. Í breytingunni felst að heimilt verða að staðsetja færanlegar kennslustofur innan svæðisins til bráðabirgða. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að samþykkja viðkomandi breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Máli fái málsmeðferð og grundvelli annarra málsgreina 36. greina skipulagslaga númer 123/2010 varðar óverulega breytingu á aðalskipulagi. Niðurstaða sveitarfélagsins verði auglýst og máli sent skipulagsstofnun til samþykktar. Máli verði jafnframt kynnt næstu nágrönnum sérstaklega og undir þetta eru 2 fylgiskjöl og hér bara gef orðið laust og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-listan, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, svona aðeins til nánari útskýringar erum að ræða lóð sem hefur skilgreind sem verslunar- og þjónustulóð við hliðina á leikskólinu Jötunheima. Þar á horninu við Hringtorgið. Í rauninni nú fyrir séð að það er verið að hefja framkvæmdir við stækkun á leikskólinu Jötunheima og svo í framhaldinu verið að horfa til þess að hægt sé að jarðvegsskipta og koma fyrir færanlegum kennslum á þessari lóð á Norðurhóli 5. Því að núna þegar framkvæmdir í 3. áfanga við stekkjarskóla hefjast, svona á næsta ári, nú svo vinna í hönnun, að þá verða þessar færanlegu stofur víkjanlegar. Þær hafa nýst mjög vel á undanförnum árum, bæði fyrir rauninni stekkjarskóla og síðan fyrir leikskólan Jötunheima, þar sem við höfum komið fyrir leikskóladeildum. Og til þess að geta nýttar áfram þessi lóð mjög hentug að fara í jarðvegsskipti, koma þessum stofu fyrir þannig að þetta nota það áfram þá sem leikskóla. Mögulega, þegar við horfum aðeins lengra, mögulega að hefja nýjan skóla í þessum húsnæði. Það er nú eitthvað sem verður bara kannski komið í ljós þegar framleiða stundin, en það er allavega góðir möguleika til að nýta þessi mannvirki sem eru nú þegar til. Og leið þá verðgildi þessara lóðar bara orðið meira þegar þau færu og þannig eru þau boðin út til. Þá er sveitarfélagi búið að jarðvegsskipta og þannig er það selt með þeim efnum, en það er þá fjármunir sem muni nýtast til framtíðar. En í þessu tilfelli er rauninni bara verið að gefa það heimild í skipulaginu til þess að setja þarna færanlegar kennslustofur og fara þessa leið. Einnig þessar óverulegu breytingar á deiluskipulagi með það sama í huga. Þannig að leggjum til að þetta verði samþykkt. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið?
Já, Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Eskilsstaður, biðjum orðið. Forseti, já, ég er aðeins að velta fyrir mér, þetta er náttúrulega, já, við eigum auðvitað þetta húsnæði sem nú búið að ræða hér oft í bæði sumi kvartaði við hvað þetta kostaði mikið og núna eru fagnar nú ýmsir að þetta hefur verið vel nýtt. En það sem ég velti fyrir mér nú náttúrulega, það er auðvitað heilmikill kostnaður sem felst í því að flytja stofurnar til. Þær eru staðsettar núna og hafa verið notaðar annars vegar undir kennslu fyrir grunnskólabörn og svo fyrir kennslu núna leikskólabarna og já, eins og segi, góð nýting á þeim og enda fín hús. En svo er auðvitað mikill kostnaður falinn í að flytja svona stofur og nú náttúrulega vitum við að það þarf að undirbúa jarðveginn, það þarf að setja búða þarna undir og það þarf að tengja alls konar lagnir að þessu og þetta er bara náttúrulega meira en að segja það. En ég var svona veltaði fyrir mig hvort að það væri gert ráð fyrir þessum kostnaði í fjárhagsáætlun. Ég svona man það ekki alveg sem ég stend hér, þá bara ég kann þetta er nú ekki allt saman utan af sem í það stendur. En já, hvort það hafi verið gert ráð fyrir þessum kostnaði í fjárhagsáætlun að þessum sambandi við að setja undirbúa jarðveginn og allt í sambandi við tengingar og leiðslur og annað þvílíkt. En síðan líka velti ég fyrir mér nýtingunni og þeim fjármunum sem að verða þá ráðstafað í þetta allt saman. Að það stendur til að fara í 6 delta leikskólan, hann er nú svona rétt handan hornsins að hefja framkvæmdi þar. Að hvað sjá menn fyrir sér að hvenær munu þá þessar stofur verða nýttar þarna? Verður það, já, mér langar bara að vita svona tímalínuna í þessu og kostnaðinn, hvort að gera sér ráð fyrir því. Takk. Já, takk fyrir þetta. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi Dýrlistan hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúi tilendur til að svara og bæta þetta hjá Braga. Þá er þetta rétt að vegna 3. áfanga Stekkskóla sem íþróttahús þá raunin þessar útistofur fyrir af því það þarf að byggja á þeim og þá raunin búin að jarðvegskipta að hluta þar sem útistofurnar eru í dag. En það er búið að færa 2 núna niður á Eyrarbakka og það þarf að færa svo stofur þarna við hringtorgið á gatnamótum Suðurhóla og Norðurhóla. Það er fyrir þessar stofur að færa þar bara í sumar og meðan það er ekki leikskóli sem sagt og það er rétt eins og Arna segir, það þarf að rífa í sundur tengibyggingar á milli skólastofum og byggja nýjar og setja undirstöður og gera skólp og lagnir og allt sem tilfellur af því. Það er búið að fara í jarðvinnuútboð á stækkun og Jötunheimum og það er komið og það er bara jarðvinnan að fara að hefst í og það er fyrirhuga á fyrsta fundi Eignaveitu á nýju ári verið búið út bygging nýs skóla og með skilst það séu 15 mánuðir sem er verktími áætlaður á byggingu nýs leikskóla eða stækkunar á nýri viðbyggingu við Jötunheima. Það eru 15 mánuðir sett frá því að byrja að byggja það. Það gefur hausti þá 27 sem það ætti að byrja. Og auðvitað er líka verið að horfa á að skólarnir náttúrulega halda áfram að vaxa. Þessar stofur verða líka hefur nefnt í að þær verða líka að nota mögulega sem grunnskólabyggingar á sínum tíma þegar það þarf að koma fyrir 4. skólanum hér á Selfossi og að við erum kannski að sjá að þessar stofur verða færðar og það eru komna til að vera á þessum stað allan að svolítið næstu árin, ekki vera að færa þau strax í burtu, ef svo má segja. Svara þetta spurningar á það. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem að vilja tjá sig 5. lið, óverulega breytingar á aðal- og deiliskipulagi? Ef svo er ekki, þá gangum við til atkvæða þeir sem eru sem samþykkir vinsamlegast gefa merki.
Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6. Það er það mál sem við tókum inn á afbrigðum. Það er varðandi gjaldskrá Selfossveitna. Og er einhver sem vil taka til máls? Sveinn Ægir Birgisson hefur óskað eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi. Gerist það? Takk fyrir þetta fórsti. Á fundi Eign og Veitu þá var farið við gjaldskrárnar og við tókum fyrir allar gjaldskrár eins og allar nefndir fyrir kynna og við fólum veitustjóra að vinna ítarlega gjaldskrá Selfossveitna og nefndin lagði til að væri farið í 3% hækkun á gjaldskrá umfram vísitölu. Ástæða er sú að rekstur Selfossveitna hefur skilað taprekstri á 4 á seinustu 6 árum og fjárfestingarnar hafa verið gríðarlegar og þær hafa rauninni bara farið vaxandi á síðustu árum. Til samanburðar er búið að fjárfesta fyrir 3,6 milljarða í veitunni á seinustu 6 árum. Það voru 700 milljónir sem eru á þessu ári og það eru áætlun 917 milljónir fyrir það næsta og það gefur líka áætluð er að hún muni skila 27,6 milljóna afgangi á næsta ári en það í rauninni hefur dregið saman eins og á þessu ári þá var í rauninni ekki eins kalt og það voru mjög mildur vetur núna í byrjun þessa árs og rauninni líka byrjun þessa árs að það hefur verið gríðarlegur tekjurnar hafa minnkað hjá veitunni ef svo má segja út að það hefur ekki selst eins mikið vatn út að það er ekki eins kalt að fólk þarf ekki að nota eins mikið heitu vatni en það er satt lagt til já eins og segja 3% meira en vísitöluhækkun það er þá 7% hækkun á gjaldskrá Selfossveitna og það er gott minnisblað frá veitustjóra sem fylgir með. Takk. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir lið 6 gjaldskrá Selfossveitna 2026? Já, Fjóla Kristisdóttir, bæjarfulltrúi D-listan hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúi tilheyrendur. Já, ég er að lesa rökstuðninginn og þá í rauninni niðurstöður raun og áætlun og ég sé að 21 og 24 hafa verið, hefur raunin verið græn en auðvitað væntanlega hefur við verið að lána yfir í þetta er ekki óheimilt að loka þessu með tapi þannig að við höfum sjálfsagt náttúrulega verið alltaf að lána yfir en ég er bara aðeins að hugsa varandi svo 25 og náttúrulega við erum ekki komið raun þar hvernig þetta lítur út áætlun, bara hvort áætlun standist eða hvort þetta sé að fara að vera miklu verra eða er þetta svipað. Ég veit að auðvitað eru fyrirtæki svo Veitur er að hækka 7% og þessar gjaldskrárhækkanir eru alveg frá 3,5 upp í 7% til þess að reyna að vera núlli. Auðvitað er sveitarfélagið hjá okkur er auðvitað í þeirri stöðu að þurfa að gera ráð fyrir fjárfestingum til framtíðar. Við erum á þannig stað, þannig uppbyggingafasa. Það sem að, já, að því að þetta er svo mikla sveiflur þarna. Svona, að því að raunin er græn 24. Þannig að maður svona hugsa, erum við langt frá því, erum við á svipuðum stað, erum við að gera ráð fyrir miklum fjárfestingum inn á 26. Auðvitað er þetta ekki eitthvað sem á að vera að mínu viti í einhverjum brjálæðum plús, þá bara að vera þannig að það skilir sér til íbúa en á sama tíma höfum við rými til þess að fara í fjárfestingar og vera í þeim uppbyggingafasa sem við þurfum að vera. Þannig að ég er svona bara aðeins að pæli hvort við séum nálægt eða langt frá með raun. Takk. Já, takk fyrir þetta. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-listan og óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, ég er ekki Fjóla með nákvæmlega niðurstöðu en það er áætlað tap sem sagt á þessu ári og það er allan eitthvað frá því sem áætlað var nú þegar og eins og ég segi það hefur rauninni
dregið saman tekjurnar á milli ára út af bara árið bara miklu hlýrra í ár en hefur verið. Bæði voraði ólina snemma á árinu að þessi stæðstu mánuð sem við tekið í tekjur sem eru janúar, febrúar, mars, apríl. Mars og apríl voru mjög minni tekju en árin þar á undan sem dæmi. Að það eiginlega skýrist eiginlega mest á því að það minni vatnsnotkun eða orkunotkun frá íbúum á þessu árum og það er sama eiginlega með haustið og þess vegna töldum við brýnt því að það endurskoða gjaldskrá veitnanna á 2 ára fresti þess að nefndin einhuga í því að fara eins og við skoðum hvað önnur veitufyrirtæki sem við verðum að bera okkur saman við að þau eru að fara í 7% eins og við erum leggja til að við vildum fara strax í þessa hækkun heldur og ekki bíða með að fara í þessa hækkun í sumar heldur fara strax í janúar til þess að ná inn þessum stóru mánuðum sem eru í janúar, febrúar og mars í vatnssölu þannig að við værum komið með þær tekjur þannig að veiturnar myndu standa undir sér næsta ári til þess að freista þess að hún myndi ekki skila tapi. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-listaður og skáttur taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt að veiturnar hafi í rauninni möguleika því að standa undir sér og það er ekki bara í rauninni það að það sem verða að hækka sér til gamals, það er alls ekki þannig. Það er heldur þannig að það sé verið að reyna að standa vörð reksturinn sem slíkan og það verður í rauninni seint sagt að orkan sem að fæst út úr heitu vatni hér í sveitarfélaginu sé úr hófi dýr þó við séum kannski að einhverju leyti dýrari heldur en aðrar veitur. Þá er það vissulega þannig að þetta eru veitur íbúa og þær þurfa að geta staðið undir sér. Þær þurfa að standa undir alveg gríðarlegum rannsóknarstyrkjum þegar verða að leita af nýju heitu vatni. Og svo er náttúrulega líka málið að það hefur verið bara horft fram hjá því að halda við veitukerfinu eins og það er. Og það er bara stór hluti og það er engum að kenna og ég er ekki að benda meirihlutinu þessu eða fyrri meirihluta eða neitt. Slíkt, það er bara staðreynd. Og þess vegna er bara mikilvægt fyrir okkur að það sé staðið vörðum það að afla nægra tekna fyrir veiturnar til þess að geta staðið undir þeirri þjónustu sem að rukka er fyrir. Og það er náttúrulega sorglegt í rauninni að horfa upp á það að það sé ákveðnar blæðingar í kerfinu alveg viðvarandi ár eftir ár og við sem að tapa í rauninni orku bara vegna þess að við náum ekki að halda við kerfinu. Það er bara mjög sorglegt. Þannig að þú ekki kannski gerir grein fyrir afstöðu minni vegna þess að ég sit nú í eigna- og veitunefnd eða framkvæmd og já, ég man ekki hvað hann heitir lengur. En allavega þá ég kalla þetta alltaf eigna- og veitu. En það er þannig að ég auðvitað horfi til þess að það sé klárlega möguleiki á því að fyrirtæki reki sig vel, geti haldið við innviðunum og geti staðið undir því að bæta við hólum sem að dæla inn á kerfið og halda okkur hita jafnframt í sundlaugum, hitupottum eða inn í húsum okkar bæjarbúa. Þannig að þetta er nú svona afstaðan að ég held að almennt sé heitt vatn á Íslandi fremur ódýrt og það er svigrúm til hækkunar og við verðum að horfa til þess að veiturnar verða að geta rekið sig með góðum hætti og geti staðið undir verulegri aukningu á viðhaldi á komandi árum. Takk. Já, takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Eru fleiri sem vilja tjá sig lið 6 gjaldskrár Selfossveitna? Já, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Svel. Takk, frú forseti, bæjarfulltrúar. Það var bara eitt sem ég gleymdi áðan sem að mig langar að koma inn á líka varðandi gjöld sem eru greidd utan þéttbýlisins. Mig langar til þess að bara ítreka það að þetta sé vel kynnt fyrir fólki sem er að byggja
utan þéttbýliskjarnans, af því ég veit að það hefur verið það hefur komið upp þar sem fólk hefur í rauninni ekki verið að gera ráð fyrir þessum kostnaði sem er gríðarlega hár á takin heimaæð og þau gjöld sem að fylgja því að vera að byggja lengra frá. Þannig að mér langaði bara að ítreka það að við varum að kynna þetta vel fyrir fólki og það veri upplýst og auðvelt aðgengi, gott aðgengi að þessum upplýsingum ykkur starf okkar heimasíðu. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gjaldskrá Selfossveitna 2026 vinsamlegast gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 7. Það er fundatími bæjarstjórnar kjörtímabilið 2022-2026. Þar er lagt til að næsti fundur bæjarstjórnar verði 21. janúar. Er einhver sem vil tjá sig þetta mál? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða það. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru fundagerðir hér til kynningar. Það er liður 8, það er umhverfisnefnd. Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi í D-listanum, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég minn undir lið 8 sem er fundagerð umhverfisnefndar frá við desember. Langar að bara aðeins að vekja athygli inn á lið 1 þar. Við heimilisöfnun er úrgangi almennt flokkað í 4 tunnur. Einnig er hægt að velja spartunnu eða tvískipta tunnu. Þannig að okkur langar að hrósa íbúum fyrir sveitarfélögins fyrir góða flokkun og hvetjum við alla til að halda því áfram. Og eins viljum við vekja athygli á því að þeir sem hafa tök á að velja tvískipta tunnu geta lækkað sín sorphirðugjöld. Mér langaði bara aðeins að vekja athygli á þessu. Takk. Já, takk fyrir þetta, Þórhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir fundagerð umhverfisnefndar? Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég kem hérna upp undir lið 3 í fundagerð umhverfisnefndar. Og reyndar líka, fyrst ætlaði ég að koma undir lið 2. Það var reyndar að skrítin liður á dagskrá umhverfisnefndar af því að það var svona svolítið óljós fyrirmæli að fylgdu engin gögn með þessu fundarefni og kom þar sem að stóð til að ræða á einhvern hátt eða forgangsraða á einhvern hátt notkun á útivistarsvæðum í sveitarfélaginu og opnum grænum svæðum. En það kom nú ekki mikið út úr umræðuna þegar þetta var nú svona frekar óljós hvað var ætlast til af nefndinni að fara yfir þarna. En þarna kom nú enn og aftur í ljós hvað er slæmt að við skulum ekki hafa haft starfandi hverfaráð á kjörtímabilinu af því þetta var einmitt mál sem við hefðum þurft að hafa hverfaráðin, sérstaklega á Eyrarbakka og Stokkseyri til þess að ræða þessi mál. Og þannig að það var bagalegt að við skildum ekki hafa þarna íbúana sjálfa til þess að ræða hvernig útivistarsvæðin og opin svæði í þorpunum yfir Strönd eru notuð og hver er sagan á bakvið hvert og eitt svæði. Þannig að í rauninni komist hún lítið áfram með þetta mál en það kom aftur ljós hvað var slæmt að við skildum ekki vera með starfandi hverfisráð. Síðan var liður 3 þar sem að við erum búin að vera á allavega örugglega 3 fundum að ræða endurskoðun reglna úthlutun beitarhólfa í sveitarfélaginu.
og ég er alltaf jafn hugsið þegar að þetta mál kemur upp svona hlutverk sveitarfélaga. Mér finnst þetta alltaf svona, ég veit ekki alveg með svona hefði vilja sjá að sveitarfélaga ætti ekki að standa í svona starfsemi. Þetta er svona svolítið einhvern veginn á skjön. Það er svona, já, þetta er kannski ekki beint hluti á grunnþjónustu og einhverju sem að eru stór atriði og fyrir íbúa sveitarfélagsins, en samt fer mikil tími í þetta og þetta getur orðið mikið bitbein og menn getur orðið og konur getur orðið mjög ósátt við hvernig erindi þeirra þessi beitarhól verið afgreidd. Þannig að svona, ég velti fyrir mér til framtíðar hvort að þetta sé eitthvað sem að væri einhvern veginn hægt að já, svona sveitarfélagið stæði ekki í. En það er kannski eitthvað svona hægt að vinda ofan að þessu á einhverjum löngum tíma. En mér finnst þetta svona, já, mér finnst þetta umhugsunarefni. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir lið, 8. lið umhverfisnefnd? Ef svo er ekki, þá fyrir við í 9. lið. Það er eigna- og veitunefnd sem 49. fundur haldinn 25. nóvember. Er einhver sem vil tjá sig þá fundagerð? Það er 10. liður, það er skipulagsnefnd, 53. fundur haldinn 27. nóvember. Einhver sem vil taka til máls undir þeirri fundagerð? Fjóla Steindóra Kristínsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar væru tilheyrendur. Mér langaði bara að koma með fyrirspurn varðandi gjaldskrána inn í gjaldskrá skipulags- og byggingadeildar sveitarfélagsins. Þar sem að nú eru fyrirhugaðar breytingar hjá ríkisstjórninni varðandi byggingafulltrúan og svona byggingarleyfisgjöld og annað. Mér langaði í rauninni bara að spyrja eins út í það hvort það væri búið að koma hvort að einhver umræða væri komin í gang varðandi innheimtu, gjalda og þess áttar, hvernig hvernig því yrði háttað. Og þetta er eingöngu fyrir forvitnissakir af því að það eru mikla breytingar fyrirhugaðar þar, þannig að mér langaði svona bara að vita hvort það er heyrt eitthvað, hvernig hafa hugsað það. Síðan varðandi kirkjugarðinn, mál lið 7. Þetta er eitthvað nýtt sem ég sé hér hefur verið tekið fyrir, af því ég er nú ekki inn í neinum nefndum og ég sé þetta líka fyrir bæjarráð, þannig að það er alveg gott að ræða þetta bara hér því ég er komin í pontu. Mér finnst þetta mjög áhugaverð staðsetning og eins og ég skil þetta þá er þetta land í eigu sveitarfélagsins. Þetta er annar staður heldur en áður hefur verið rætt sem að mér er mjög jákvætt, af því að sveitarfélagið eins og þegar það var til umræðu að fara upp á Laugardælum og þá var það það sem að kannski var okkar helsti akkillesarhæll var fjármunir og til þess að fara að kaupa land fyrir þessa íbúa í öðru sveitarfélagi, að það væri kannski svona kannski, já, maður var ekki alveg tilbúin að setja pening í það sem ekki var til. Þannig ég bara fagna þessu og á sama tíma ég hugsa að þetta sé þetta mjög dýrmætt staðsetning og dýrmætt land gæti verið arðbært fyrir sveitarfélagið. Á sama tíma er þetta á góðum stað upp á allt aðgengi og margt með þessu en ég hef svo sem ekki eins og segi, ég var bara að lesa í gögnunum á mánudaginn þetta og hafði ekki séð þetta áður, þannig að ég er svona, já, ég er aðeins forvitin varðandi þetta mál, þannig að langar að spyrja bara hvað þetta er statt og hvað þau eru búin að svona, hvort þetta sést eigi að fara í einhverja frekari vinnu. Takk. Já, takk fyrir þetta. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, fínt, við tökum kirkjugarðsumræðuna bara varðandi gjaldskrárnar. Þá nei, það hefur í raun ekki verið hafið nein svona sérstök umræða á milli sveitarfélaganna fyrir sambandinu þetta, en við erum held ég öll meðvituð
það að þegar þetta mál vinst áfram eftir í hvernig það endar hjá ríkisstjórninni og HMS með að þá þurfum við þarna að bregðast við því þegar það kemur. En það verður gert í tíma held ég og þarf að skoðast náttúrulega bara í samstarfi við sveitarfélagana líka. Varðandi kirkjugarðinn, bara mjög góð umræða, bæði veit ég að mjög góð umræða í nefndinni og skipulagsfulltrúi búin að vinna bara fína vinnu með nokkra möguleika. Það var líka mjög flott umræðin í bæjarráði og komur líka þar möguleika sem við vísum svona áfram í úrvinnslu, þannig að skipulagsfulltrúi og sá sem hér stendur bara heyri í sóknarnefndinni með ákveðna möguleika og ég held að sé bara mjög þarft eins og hefur komið fram hérna í pontu áður að við höldum áfram þessari vinnu, metum þær staðsetningar sem koma upp og reynum að ná niðurstöðu sem allra fyrst því að það kom fram einmitt í þessum þáttu sem var verið að skoða hvað skiptir miklu máli að horfa aðeins lengra til framtíðar heldur nú hvað sem gerir í upphafi og þá komur svona nýja staðsetningar til álita sem mjög vert að skoða. Þannig að já, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Árna Freyr Ólafsson hefur óskað eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi B-lista. Takk fyrir virðulegur forseti bæjarstjórnar og aðrir tilheyrendur. Já, ég held að kirkjugarðs staðsetning sé eitthvað sem er bara alveg gríðarlega mikilvægt mál og við megum náttúrulega alls ekki vera feimin við það og átt okkur á því að einhvers staðar þurfum við að hvíla þegar okkar jarðlífi lýkur. En ég ók nú framhjá í kjölfar umræðina í bæjarráði, þá gerði mér nú ferð sérstaklega á Stokkseyri og ók nú framhjá kirkjugarðinum á Eyrarbakka og svona horfði á þetta út frá því hvernig þróun hefur verið undanfarin ár. Og því ég er nú búinn að búa á Eyrarbakka í 25 ár, þá mundi ég nú svona sirka hvernig staðan var á kirkjugarðinum á Eyrarbakka þegar ég flutti. Ástæðan svo vegna þess að ég tók að mér sláttur í 1 eða 2 sumur, þannig að ég mundi alveg hvar ég hafði slegið og hvar ég hafði ekki þurft að fara í kringum leiði. Þannig að ég er svona áttaði mig á því að það er nú búið að breytast talsvert mikið bara á þessum 25 árum, plássið sem er til handa nýjum gröfum á Eyrarbakka og það svona þrengir hratt að held ég þegar árið fara að líða núna áfram og við þurfum í rauninni að horfa til þess að hafa kirkjugarð sem að þjónar öllum þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins. Og ég bara viðra þá skoðun mína alveg ófeimin að ég held að við verðum að horfa til alls sveitarfélagsins þegar við erum komin hér, þegar við stígum hér niður. Og að hafa hann í jaðrinum öðru hvoru megin kann ekki góðri lukka stýra, það má ekki vera of löng vegalengd frá kirkju að greftunarstað eða kirkjugarði. Þannig að ég hef nú bara verið á þessari skoðun og vona ég að ég sem ekki metin pólitískt út frá því hvar ég til rétt að kirkjugarðin sé staðsettur, en ég held nú samt sem áður að þetta er náttúrulega þjónustu svæði sem að þarf að þjónusta öllum þeim íbúum sem að koma og fara frá greftunarstað eða kirkjugarði. Og jafnframt að þegar maður hefur farið í gegnum kirkjugarða í Skandinavíu að þá hef ég haldið því sjónarmið á loftið að þetta eigi að vera í rauninni svona jaðra við að vera hálfgerð útivistarparadís, að það sé raunverulega gengið þannig frá málum að það sé bara verulega gott aðgengi í göngustígum eða í vegum sem hægt er að aka upp að út allan kirkjugarð, og það þurfa líka að vera kannski svona leiðir til þess að stunda útivist vegna þess að þetta eru náttúrulega á mörgum stöðum í Skandinavíu, ef við horfum til þess að þá eru þetta bara útivistarsvæði sem að notuð eru stöðugt og þannig náttúrulega sé ég það fyrir mér að við eigum að reyna að búa þannig að þetta sé ekki það sé stöðug trafík, heldur það sé í rauninni bara mögulegt að ganga eða hlaupa og eða hjóla ef því er svo farið, en það þarf allavega að vera auðvelt aðgengi að öllum greftunarstöðum.
Þannig að það þarf að huga vel að því, en það er auðvitað mögulegt að bæta vel í tré og gróðursetja talsvert af þeim til þess að skýla í rauninni svæðinu. En þetta er svona þær hugmyndir sem að ég hef lagt fram og hef talað fyrir og hefur svo sem engin sérstakur ágreiningur komið en umræðurnar hafa bara verið mjög góðar í bæjarráði og ég held að það sé allir að vilja gerðir að reyna að finna stað sem að allir geta fellt sig við og það sé ekki of langt frá Selfosskirkju þetta og það sé heldur ekki það þurfi ekki að fara að keyra í gegnum allan bæinn neðan á strönd til þess að fara og jarða sína nánustu. Þannig að það er að mörgu að huga og það er ágætt að fara sér varlega en að taka sér tíma í umræðuna líka þannig að sem flest sjónarmið hafi möguleika á því að koma upp á yfirborðið. Takk. Takk fyrir þetta. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-listann, hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti. Já, tek undir með þeim bæjarfulltrúum sem við talaðum virkilega þörf og mikið á umræðu framtíðar uppbyggingu kirkjugarða fyrir sveitarfélaginu og sammála Arnari að það þarf að horfa stórt og horfa á allt sveitarfélagið og mér langar jafnvel bara að segja að við þurfum líka að hugsa ennþá stærra og hugsa bara þegar sveitarfélag Árborg verður orðin stærra og búin að sameinast öðrum sveitarfélögum líka út af við erum náttúrulega að horfa til kirkjugarð sem á að þjónusta til næstu 100 ára og það er ekki ósennilegt að sveitarfélagi Árborg verður þá orðið að ykkur öðru sveitarfélagi finnst mér en ég satt bæði þennan skipulagsnefndarfund sem varar nefndamaður og tók þátt í umræðum og svo náttúrulega líka í bæjarráði. Ég tjáði alveg skoðunum mínar varðandi fyrirkomulag að byggja fyrir austan Selfoss að mér finnst við ættum að í því landi sem við eigum þarna þá ættum að reyna að vera sem syðst í því landi. Mér finnst við ekki að vera upp við núverandi Suðurlandsveg eða þjóðveg. Ættum að vera syðra og mér langaði líka að sjá þetta samdeilið því með Arnar, þetta eru náttúrulega bara útivistarsvæði, kirkjugarðar, ekkert annað og maður sá alveg svona fyrir sér að þetta gæti alveg farið jafnvel verð með að því Hesthúsasvæðið nú líka, Hókviðin líka útivistar dæmi að þannig og auðvitað er það einhver tíman mögulega kannski víkjandi eða eitthvað, við vitum það ekki, en þá væri komin tenging þarna á milli að hafa svona grænsvæði. En ég er alveg sammála, við þurfum að hugsa líka á þessa kosti sem eru þá á milli byggðakjarnanna okkar þriggja í sveitarfélaginu og það er alveg staðið. Mér finnst ekki við þurfum að horfa á skógarjóðurinn sem er endilega þarna, hvað heitir hann, Glimskógur sem er fyrir austan Selfoss í Flóðhrepp. Þurfum ekki endilega að horfa á þá staðsetningu, heldur horfa bara á staðsetningu sem mun duga okkur til næstu 100 ára og fara þar að gróðursetja og byggja upp kirkjugarð og grænsvæði. Takk. Takk fyrir þetta. Við erum að ræða 10. lið skipulagsnefndar og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Frú forseti, bæjarfulltrúar, mig langaði bara rétt í lokin að segja að því að það er búið að tala hér beitilönd sem ég hef reyndar einstakan áhuga og finnst mjög mikilvæg og það langar mér að benda á að það er beitiland sem sveitarfélagið á mitt í milli kjarnanna niður á Eyrarbakka-Stókseyri og kjarnans upp á Selfossi. Ég held að það sé beint á móti cirka bát Stekkum. Það er beitiland sem við getum þá hætt að útdeila eða rífast hestamenn og ég held að það sé ágætlega stórt og það má alveg fara ríðandi þangað eins og frá Hesthúsahverfinu yfir í Flóðhrepp yfir götuna. Það er komin þessi fíni hjólreiða göngustígur þangað því ég veit að bæjarfulltrúi Kjartan hefur mikið áhuga að geta gengið í kirkjugarðinn, þetta er auðvitað útivistarsvæði. Þannig að ég held að eins og er búið að koma hér fram hjá bæjarfulltrúum sem hafa tjáð sig að þá þéttist, eða hvað ég segja, þá nálgast byggðakjarnarnir hvorn annan óðfluga. Þannig ég hef fulla trú að því að Stekkar eða þessir bæir sem er þarna mitt í milli verði orðnir inn í miðju þéttbýli fyrr en síðar. Þannig að ég legg til að því ég er hvorki í þessum nefndum né inn í bæjarráði að það sé horft til þessa beitilands sem er þá einu beitilandinu færra. Takk. Takk
Fyrir Sigurjón Vídalín Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi á S-lista. Takk fyrir frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kem undir þessu máli varðandi kirkjugarðinn og hugsanlega staðsetningu. Ég verð að viðurkenna að ég var aðeins hissa hvað var búið að vinna þetta mál mikið, búið að fara í jarðvegsrannsóknir og gera einhverja skýrslu þetta, valkost. Ég sé enga skýrslu eða neitt annað aðra hugsanlega valkosti og ég get nú sagt fyrir mitt leyti að ég held að þetta sé afleitt hugmynd. Þetta landsvæði þarna við Suðurlandsveginn sannlega eitt verðmætasta landsvæði sem við eigum þó að sé innan annars sveitarfélags og það kæmi verulega óvart ef að sveitarfélagið Flóahreppur sem með skipulagsvaldi á þessu svæði væri tilbúið að breyta landnotkuninni yfir í kirkjugarð. Þetta mál farið allt of langt að mínu mati. Ég held að sé ákveðin ábyrgðar hlutur að vera eyða bæði tíma og peningum í að skoða þennan valkost sem að mínu viti kemur bara aldrei til greina. Ég tek alveg heils og undir hins vegar það sem að bæjarfulltrúi Fjóla talaði í sinni síðustu ræðu að auðvitað eigum við að horfa kannski á einhver land milli Selfoss og Eyrarbakka-Stokkseyri, land sem við sannarlega eigum og höfum skipulagsvald yfir og ekki nema brot verðmætt á móti þessu landi. Þannig erum við með verslun og þjónustu, hinum við veginn, bónus og húsasmiðina og vínbúðina, ég veit ekki, það er kannski einhver óvönd ekki því að taka það leiðum að fyrir í kirkjugarðinn, en ég leiði mér að efast. Ég sé heldur ekki fyrir mér að það er mikil hamingja með það að hestamenn fara að ríða kirkjugarðinn með tilheyrandi hrossarskít og því sem því fylgir. Þannig að mér langar svolítið að vita hvar var þessi ákvörðun tekin og hver að borga fyrir þessa vinnu sem búið að leggja í þennan valkost svonefnda sem í sjálfu sér á mínum mati engin valkostur. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, ætlar að taka til máls. Já, takk, ég aftur undir samanliðið kirkjugarðir. Þetta nú mál sem nú búin að vera held ég á dögin á sveitarfélaginu heilengi. Það var náttúrulega fyrst fyrirhugað kirkjugarður, ef mann rétt á milli byggðarinnar út fyrir Á og Arnbergs, það sem núna á aðalskipulagi Tjaldsvæðin. Svo kom upp hugmynd kirkjugarð við hlið kaþólsku kirkjunnar af því það landsvæði jafn stórt og núverandi staðsetning kirkjugarðsins, en samkvæmt sóknarnefnd að mig minnir að vera að taka 60 grafir á ári og það er ekki orðið það mikil líkbrennsla að það svæði myndi ekki duga skammt. Það kom fram á skipulagsnefndarfundinum, nú er einn opna skýrsluna að fara hrætt yfir, en það var kannað líka annað landsvæði sem við sem ræktunarsambandið hefur verið með geymslusvæði við skólprinsistöðuna þar, en þar bara allt á grunn niður á, við þurftum að vera með klöpp og brjóta niður fyrir hverja gröf og ég held að það sé nú ekki eitthvað sem við erum kannski til að leggja í, en það þurfti að fara töluvera jarðvegsfyllingar þar að það svæði var ekki talið, en þá að færa þetta. Skipulagsfulltrúi svo sem bara með þetta mál á sinni könnu og bara að kanna svæði og það var tekin jarðvegsprúfuhóla þarna, en eins og hann sagði líka kom fram að það þyrfti á fundinum að þyrfti mögulega að fara í einhverja jafningu á landinu og fara í jarðvegsfyllingu og setja eitthvað smá efni og hann taldi jafnvel það efni bara verið til staðar núna sem við framkvæmdir á nýri Ölfusárbrú og bara þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru hérna á Selfossi sem hægt var að fara með efni þangað, svona fínt efni raunir til að setja yfir núverandi svæði. Að það búið að kanna hellingskosti, en það var líka, hún var jafnframt valið náttúrulega eins og kemur fram í bókun nefndarinnar að taka samtal við Flóan, en
jafnframt var líka alveg rætt hina kosti eins og hef búið að nefna hérna eins og Arnar kom inn á við tölum í Bæjarráði, að það líka verið að horfa á aðra kosti. Þessi kostur er ekki meitlaður í stein en það verið að skoða hann og auðvitað þurfti að taka jarðvegssólu bara til að sjá hversu langt er niður á fasta því við höfum ekki hugmynd það og ég gerum fullkomlega grein fyrir að við höfum ekki skipulagsvaldið yfir þessum löndum sem við eigum en eins og ég sagði, ég vil ekki að þessi kirkjugarður verður upp við Suðurlandsveginn eða upp við Bónus eða Vínbúðin eins og Sigrún kannski kom inn á heldur ætti að vera syðst á þessu svæði eiginlega sem lengst frá Suðurlandsvegi og Gaulverjabæjarvegi eins og hægt er á þessu landi sem við eigum þarna ef þetta er valkostur en ég er klárlega til að skoða aðra valkosti en eins og sóknarnefndir áður sagt það eru 5 til 6 ár þangað til að kirkjugarður eða þau telja að kirkjugarður verður fullur miðað við að það sé verið að taka 60 grafir á ári án þess að hann verður stækkaður í núverandi garður sem er ekki á plani allan eins og er og hefur ekki náð samningar stækkun á honum. Að þetta er bara eitt kostur sem við erum að skoða og það er búið að skoða hérna eins og við ræktið hérna yfir. Þetta er 3. eða 4. kostur sem við erum að vinna en það er ennþá verið að vinna og þetta er ekki meitlað í stein, þessi valkostir. Takk fyrir þetta. Við erum að ræða hérna kirkjugarðamál. Það eru fleiri sem vilja tjá sig undir 10. lið. Það er sem sagt skipulagsnefnd 53. fundur. Ef svo er ekki, þá erum við komin í lið 11, það er bæjarráð, það er 152. fundur haldinn 4. desember. Er einhver sem vill tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá er það 12. liður, það er velferðarnefnd 22. fundur haldinn 2. desember. Einhver sem vill tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá er það liður 13, það er bæjarráð, það er 153. fundur haldinn 11. desember. Er einhver sem vill tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd og ég segi bara 67. fund bæjarstjórnar. Já, ég ætla að segja og leið og ég slít fundi þá vill bæjarstjórn Árborgar senda starfsmönnum og íbúum öllum hugheilar, jóla og nýárskveðjur með þökk fyrir samstarfið á árinu sem er að líða og fundið slitið.